Í þessari upptöku ætla ég að fara yfir hvernig við skilum verkefnum. Við byrjum á því að setja nafnið okkar hérna undir nafn skólans og hér höfum við sem sagt síðan myndir úr forritunum sem við erum búin að vinna í. Hérna er svona fyrirmynd að skjámynd til dæmis og hér er önnur mynd til þess að hjálpa okkur til þess að byrja á fyrstu atriðunum. Mynd 1, þá er kerfið í lagi, þá er grænt ljós á báðum og síðan er beðið myndir hérna fyrir neðan og í hvaða stöðu kerfið er. Skulum líta á dæmi hérna það og hérna höfum við þá mynd 1 þar sem kerfið er í lagi og hér er búið að setja inn alla stýringar og síðan kemur bilun A og þá breytir staða á þessum rofa hérna, þá sjáum við það er ekki lengur tengdur rofi hérna við bilun A og græna ljósið er þá farið hérna á þessari mynd og rauða ljósið kemur í staðinn til að sýna að það er komin bilun á þessum inngangi. Og næsta mynd hérna fyrir neðan, við sjáum hérna kemur aftur bilun A, að þar er rauða ljósið farið og þá hefur nemandinn verið að taka 2 myndir til þess að sýna að rauða ljósið er að blikka. Annarri myndinni þá er rauða ljósið inni og í hinni myndinni þá er rauða ljósið farið. En þið þurfið ekkert að gera það endilega, heldur að taka aðalega bara myndir en að ná því þegar að rauða ljósið er inni. Og næsta mynd sýnir okkur þá að það er búið að slökkva á flautunni. Flautan stöðuð fyrir bilun A og þá er rauða ljósið orðið stöðugt. Og þá sjáum við hérna að það er ekki lengur flautan inni, hún er ekki lengur gul og en það er eins og ekki búið að gera við bilunina. Það er ennþá mjög hátt hitastig hérna. Og þá skulum við sem sagt, þannig að hérna sýnir það bara að þessi mynd hérna að rauða ljósið er stöðugt. Það er þá hérna hættir rauða ljósið að blikka þegar við slökkvum á flautunni. Og næsta mynd sýnir okkur þá að hérna er þá búið að laga bilunina, hitastigið farið niður og grænljósið komið aftur á. Í staðinn er bilun B komin inn og flautan er komin aftur inn og þá er rauða ljósið, þá er það að blikka og síðan er flauta stöðuð fyrir bilun B, þannig að rauða ljósið verður stöðugt og síðan er beðið að setja ekki mynd af stigaritinu með kerfið í lagi, að þá er ekki merkið hérna inn á tímalegan og græna ljósið gefur merkið hérna. Og það er, síðan er hérna tímalið sem gefur stuttan púls sem kallast snöggmerki og þá er ekkert merkið frá tímaliðum hérna sem heitir senkun A, það er ekki komið, þannig að þetta er lágt gildi hérna, rautt. Og þannig er staðan. Síðan eru nokkur atriði varðandi búnað og forrit og hérna er sem sagt verið að svara því hvernig umtölvan er röðuð í sökkul og sem sagt þá talið upp hvaða einingar eru í sökklinum, hvaða spennugjafeiningin heitir, 2010 og hérna er einingin með örgjörvanum og minninu og Ethernet tengingunni og Modbus tengingunni og
það er P342020 og síðan er hliðræneiningin AM0600, hún er hérna í sökli 1 og síðan er rofa inngangseining eða fyrir NPN nándaskynjara eða einhvers konar NPN skynjara og síðan er útgangseining með transistorum DDO 1602, það er þessi hérna í sökli 3 og síðan er spurt hérna hvernig eru mælingar teknar og settar inn í iðntölvuna og það er hægt að sjá þetta efni í skjali sem er inn á undir efni á innunni sem heitir uppbygging iðntölvu, mælibúnaðar og nemar og þessi mynd hérna er til dæmis í 10. kafla í mælibúnaðar og nema efninu og þar er sem sagt sýnt hvernig að skynjarinn er tengdur inn á iðntölvuna, inn á inngangseininguna á iðntölvunni. En hérna er sem sagt sett inn einhvers konar skýring eins og hérna að við þessu hérna við þessari spurningu hvernig eru mælingar teknar og settar inn í iðntölvuna og svo mælingar á hitastigi þær eru teknar með annarkvort PT100 hitanema eða til dæmis K hitarafaka sem er tengdur inn á R-breyti. Þetta hérna er R-breytirinn og við höfum líka aðra mynd á hann annar staðar í efninu. Þetta er innri tengingar R-breytisins og R-breytirinn sendir síðan 4-20 mA straummerki til inngangseiningarinnar eftir því hvað hitastig er við skynjarann og þetta er tengt þannig að við erum með spennugjafann á iðntölvunni, hann gefur sem sagt á plús gegnum sem sagt eitthvað öryggi oftast og inn á inngang 1 á R-breytinum og síðan kemur straummerkið frá tveimur inn á inngangseininguna, sem sagt hliðrænu inngangseininguna inn á jákvæða hluta á henni og fer þar í gegnum rás og út af henni hérna mínusliðinni og inn á mínusinn á spennugjafann. Þannig að það sem stjórnar því hvað er mikill straumur í þessari rás er R-breytirinn hérna sem er að stjórna straumnum milli tengingar 1 og 2. Það er sem sagt gert í gegnum transistor hérna sem að sendir bara ákveðin straum inn á inngangseininguna eftir því hvað hitastig er á ferðinni. Og hérna sjáum við sem sagt betur hvernig það er gert. Hér er þessi transistor sem að stjórna straumnum og ef við erum með K-hitarafaka kallað termokoppul eða TC oft og hér erum við með sem sagt hann tengdan milli 4 og 5 og þá skiptir máli líka hvernig hann er pólaður en þetta er náttúrulega allt yfirleitt sem sagt fyrirfram tengt hjá okkur, við höfum ekki ágjör á því en í rafeindatækni sem sagt seinni áfanganum þá er farið betur yfir í það hvernig þetta virkar en sem sagt K-hitarafakinn myndi tengjast svona inn á R-breytinn og þá gefur hann ákveðna spennu hérna inn á eftir því hversu mikill hitamunur er á milli mælistaðarins sem sagt heitu tengingarinnar og köldu tengingarinnar sem er tengingin við R-breytinn og þetta fer síðan í gegnum þennan multiplexer sem að tekur inn ýmis skildi hérna og sendir áfram inn á örgjörva eininguna og hún ber saman við tekkar á því hvaða skynjari á að vera í sambandi og ber saman við línuleika töflu og miðað við hvaða tegund af hitarafaka þetta er, til dæmis K-hitarafaki, hann er með ákveðina töflu yfir hvaða spenna þýðir hvaða hitastig og síðan sendir örgjörvinn þá tölugildi út á
DA breytuna sem segir þá sem sagt henni hvað á að fara mikill straumur í gegnum transistorinn og í gegnum sem sagt rásina milli 1 og 2. Og eins er hægt með því að tengja þetta við USB og þá er sérstakt tæki sem að tengst inn á RE-breytin og þá er þetta að fara í gegnum þessa samskipta einingu, þetta communication, og þá getur maður fengið líka upplýsingar hvaða hitastig ætti að vera á ferðinni. Þannig virkar þetta, og í þessari rás er 4 milliampera stöðugur straumtæki hérna sem er alltaf að draga lágmarksstrauminn í 4 til 20 milliampera straummerkinu. En fyrir hitaskynjarar sem eru með viðnámi, viðnámshitaskynjarana eins og PT100, þá erum við með straumgjafa hérna sem gefur mælistrauminn sem er mældur síðan hér, og ef þetta er bara 2 leiðara þá tengist hann milli 3 og 6, en svo hefur við oftast 3 leiðara tengingu við RE-breytin, þess að leiðrétta skekkjuna sem verður vegna viðnámsins í leiðslunni að skynjaranum. En besta útgáfan er þá með því að vera með 4 leiðara tengingu frá skynjaranum. Þá tengist hérna spennan beint inn á 4 og 5, og þá erum við búin að leiðrétta fyrir viðnámið sambandi við þá er það leiðrétt alveg viðnámið í leiðslunum að skynjaranum. En í sjálfu sér þá þurfum við ekki endilega að setja þessar myndir, en það er ágætt að hafa klausu sem er á þennan hátt, sem sagt segja hvaða skynjarar eru tengdur og í gegnum hvaða búnað, til dæmis þannig RE-breyti sem að sendir 4 til 20 milliampera inn á inngangseininguna. Þannig getur hann sendt upplýsingar hitastig inn á vindtöluna. Og síðan er hérna hvernig vinnur samanburðarþátturinn. Ef að við erum með í forritinu, það er samanburðarþátt sem að ber saman raungildið, sem mældagildið, við eitthvað ákveðið hámark sem við kallum markgildi. Og hérna er í rauninni, vegna þess að við sjáum þetta hérna ekki inn í compare blokkinni hérna, þá er ég með texta hérna. Þið þurfið ekkert að skrifa hann inn sérstaklega en þið hérna í athugasemd, en þetta þarf að koma fram hérna inn í blokkinni, compare blokkinni. Raungildi A er minna en, það finnið á lyklaborðinu við hliðina á shift-takkanum vinstra megin, er minna en markgildi A, sem að þetta á að koma fram í þessi heiti hérna eru 2 gildi í data editornum sem er hérna uppi hérna. Það er sennilega ekki búið að skrifa að hérna er markgildi A hérna og raungildi A. Þetta er til, þetta er heiltala integer til þess að taka inn mælingar og geta borið það saman við markgildi. Og þá erum við komin með þetta hérna, og þá er þessi klausa hérna öll raungildi A er minna en markgildi A segir, og þá erum við að bera saman raunverulegt hitastig við markgildi, og ef að raungildið er lægra en markgildið, ef að þessi tala hérna sem er í raungildinu minni heldur en markgildið, þá er útgangurinn hár.
þá er bilun A sem sagt grænt og við sjáum það hérna á myndinni að þá er útgangur hérna grænt A. Já, reyndar erum við ekki með þetta hérna live akkurat á samanburðarþættinum, en það verður kannski gott að geta sýnt það líka. En hérna, og þá þegar að síðan verður bilun, þá verður hérna raungildið hærra heldur en markgildið og þá verður útgangurinn á samanburðarþættinum, Compare-blokkinni, lágur og rautt merki. Þannig að hérna, þá kemur bilun og viðvörun og rauða ljósið kemur á bilunar innganginn og græna ljósið slokknar. Þannig að þetta er aðalega þá að segja frá þessu að hvernig vinnur bara samanburðarþátturinn. Hann ber raungildið við markgildið og ef raungildið er lægra en markgildið er útgangurinn hár, engin bilun, en ef raungildið er hærra en markgildið þá verður útgangurinn lágur og bilun og komið viðvörun, þá kemur rauða ljósið inn og græna ljósið slokknar. Ok, og þá er spurt hérna eitthvað fleira og hér er spurt hvernig er farið að því að breyta tölugildi frá iðntölunni í upplýsingar hitastig í skjákerfinu. Þegar við erum með sérstakar einingar sem eru fyrir skynjara, þá getum við skoðað það í hjálpinni að hérna er ef við erum með einingar þar sem við erum með hitarafaka, termokópul, eða viðnámshitaskynjara eins og PT100, það er Resistive Temperature Detector, og þá hérna erum við með möguleika í einingunum að velja til dæmis hér hvort að við fáum þetta í gráðum Celsius eða gráðum á Fahrenheit og síðan getum við sett inn hvaða svið við erum með og frá gráðum Celsius og til gráður Celsius hérna. Og þannig að hér er þá í einingunum er þá sett inn hitasviðið og við sjáum hér hvaða möguleika við eigum á merkjum inn. Hérna er hægt að velja -10 til +10 volt svið á spennumerki og síðan er næst líka 0 volt til 10 volt eða hér er 0 til 20 mA og síðasta er 4 til 20 mA og þá verður sambærilegt er það 1 til 5 volt en við sjáum að hérna niðri 0 til 20 mA þar erum við með 0 til 5 volt en við erum ekki mikið að nota þetta í skynjara hlutanum vegna þess að við viljum hafa þessi 4 mA sem lágmark til þess að geta séð að skynjarinn er örugglega í sambandi eða erfiðbreytirinn er örugglega í sambandi, þá er alltaf þessi 4 mA á ferðinni. Það er ákveðið öryggisatriði. Og þannig að þá er hægt að velja hérna svið og þá skölun, það er hægt að breyta hvað er spennumerkið í lágmarki eða 0% og hvað er spennumerkið í hámarki fyrir 100%. Þannig að við gætum verið að vinna á einhverja þrengra sviði eða ef þetta er fyrir merkið -10 til +10 volt. Þannig að hérna, en ef við værum að velja eitthvað annað merki úr þessu hérna, til dæmis 4 til 20 mA, þá getum við sagt hérna þess vegna að við gætum verið að mæla frá 6 mA og upp í 18 mA eða eitthvað slíkt. Þá getum við valið lægri mörkin og efri mörkin. Og svo er þetta overflow sem við þurfum ekki að hafa áhyggjur af. En síðan þá er almennt skil
á þessu varðandi þessa spurningu, já, ég ætla að athuga með textan hérna, að til þess að svara þessari spurningu almennt þá fer skölunin fram í inngangseiningunni og hún heitir sem sagt AMM 0600 þessi, en svo eru til aðrar einingar fyrir skynjara, fyrir hérna PT100 til dæmis eða K-hitarafaka og þá fer skölunum fram í inngangseiningunum og mæligildið sótt þaðan yfir í skjámyndakerfið. Hins vegar ef við erum bara með þessi merki þá líka möguleiki hreinlega með einfaldri formúlu að breyta þessu yfir í gráður Celsius eða þrýsting, bör eða eitthvað annað. Ok, þannig að þetta þá dæmi svör við þessari spurningu og þá held ég að hér sé bara verkefnið og síðan eru fleiri útskýringar varðandi samanburðarþáttinn hérna og í þessum texta hérna. Og hér er líka verið að sýna hvernig við notum upphafspúlsinn til að setja ákveðið gildi inn í minnishólfið sem heitir markgildi A. Við setjum 380 gráður inn í minnishólf markgildi A fyrir hitastig og þetta gæti verið afgashiti eða eitthvað slíkt og síðan annað tölugildi 500 sem sett inn í markgildi B. Og þá þegar við setjum umtöluna á run þá kemur einn púls hérna frá systembita 13 sem að flytur þessa tölu hérna 380 inn í markgildi A eða flytur töluna 500 yfir í markgildi B sem að vera þá 500 gráður til dæmis. Og þannig að þetta skýrir þá betur hvernig við erum að nota þessa systembita eða allavega þennan systembita. Já, svo notum við fleiri systembita til dæmis til að búa til blikk í hérna blikkaran, hérna til dæmis blikkari og það kemur fram í data editornum hvað hann heitir, það kemur ekki fram hérna, það heitir bara blikkari hérna og við skulum skoða hvaða systembiti blikkari því að þetta biti sem það náð í hann í örgjörvaeininguna sem að blikka í síðhöllum og hérna kemur fram hérna blikkari í data editornum og hann merktur hérna þetta prósentumerki þýðir að þetta adressa eða vistfang og hann stóra S stendur fyrir systembita og hann númer 6 svo sem að með 1 sekundu blikki. Já, þá held ég að ég sé búinn að fara yfir það mesta sem að í þessu verkefni varðandi skil á því. Segjum þetta gott.